Ég heiti Arnar Þór Jónsson. Ég fæddur í Vestmannaeyjum, en eftir gosið fluttum við upp á fastalandið og síðan í Garðabæinn, þar sem ég ólst upp. Ég hef alltaf fylgst mikið með stjórnmálum og landsmálum og ég man að þegar Reagan og Gorbatsjov hittust í Höfða og ég satt heima hjá mér límdur við sjónvarpið allan daginn og horfði á útsendinguna og það má segja að ég hafi hort á Hurðahún í nokkra klukkutíma. Þetta var skemmtilegu tími og ég kynntist henni Hrafnhildi konunni minni hérna í hverfinu, rétt hjá þeim stað þar sem við búum núna. Ég var kannski ekki alveg með tískun á hreinu, ekki frekar en núna. Og sem unglingur var ég með síta aftan, nú er ég ekki með neitt aftan. En ég satt hér og hlusta á þungarokk á daginn og þar á meðal á Led Zeppelin og Guns N' Roses og fleiri góða. Ég bý ennþá hérna í Garðabænum með konunni minni, Hrafnhildi, og nú með 5 börnum okkar og við höfum líka alveg frábæran hund sem heitir Tinni. Vestmannaeyjar hafa átt mjög sérstakan stað í mínu hjarta og það má segja að þar hefur rætur mínar verið. En þær voru slitnar upp þegar við fórum frá eyjum. Og ég var ekki farin að setja þetta í samhengi fyrir að voru liðin 50 ár frá því að gosið hófst. Og ég upplifi það svo sterkt að við Íslendingar séum mögulega í hættu á því að missa ræturnar í okkar eigin landi. Að missa ræturnar er ekkert grín, að missa heimili sín, að vera viðskila við tungumál sitt og tapa lögum og forræði á framtíð sín er ekkert grín heldur. Og ég er á þessari vegferð af því að mér þykir vænt Ísland. Mér er vænt samfélagið okkar og ræturnar okkar. Og mér sárnar að sjá það að komi hér inn stöðugt ný lög og reglur sem ekki eru skrifaðar með hagsmuni þjóðarinnar í huga. Ég vil að rödd og þarfir þjóðarinnar fá að heyrast og fá að sjást. Þjóðkjörinn forseti getur verið öryggisvendill og eftirlitsmaður í mikilvægustu málum þjóðarinnar. Ef við stjórnum ekki okkar eigin landi, þá munu aðrir bjóðast til að gera það fyrir okkur. En við höfum val að stjórna okkar eigin för, okkar eigin landi og okkar eigin framtíð. En þetta gerist ekki að sjálfu sér. Ef við ætlum að snúa lýðveldinu okkar á rétta braut, þá þurfum við öll að leggja okkar á mörkum og taka þátt. Og þannig styrkjum við innviði landsins og bætum kjör okkar sjálfra og líf okkar sjálfra. Ég finn fyrir skyldu til þess að leggja mitt að mörkum til að verja þá samfélagsgerð sem ég og við öll höfum fengið að njóta hér á Íslandi. Borð í þjóðarskútunni gegnir forsetinn ákveðnu leiðsagnar hlutverki, en hann hefur líka það hlutverk að kasta út akkerinu ef skipið er í hættu. Þetta er landið okkar, þetta er sagan okkar og þetta er menningin okkar og þetta snýst núna framtíð okkar. Og það er komin tími til að við rísum upp og látum þjóðarröddina hljóma. Ég hvet ykkur til að standa með mér þann 1. júní næstkomandi og kjósa Arnar Þór fyrir land og þjóð.